10 years. 10 years á dögunum. Óþolandi. Negla. Herriði, það er risa þáttur í kvöld. Þáttur sem við erum búin að bíða heilengi eftir. Ég er búin að skýta þess. Sorry með það maður. Nei, ég meinti bara við erum búin að vera spennti bara. Samt ekki sko, þetta byrjaði bara í september sko. Já, það voru komið árnast. Nú ekki komið haust strax. Nei, en við erum búin að drekja tárum okkar í brí og léttöl. Já. Einstaklega humlaði pilsner. Algjörlega. Já. Besti bjórn á Íslandi myndi einhverju segja. Tókstu átt í útbúinu þetta? Tók ég átt í útbúinu? Já. Já. Já, vel gert. Já. Vona það. Já. Ég hef ekki farið vel út úr þessum hlutabræðum. Komum betra því eftir. Það er fínt, þú veist, ef maður er alltaf að vesla við þetta, það er eins gott að ég þetta bara. Já. Pepp okkar menn. Já, nákvæmlega. Viljum bara byrja því að bjóða þig hjartanlega velkomin. Takk fyrir það, gamla ára mættur. Já, heiður að fá þig. Algjörlega. Já, tökum þetta bara allavega frá byrjun. Fættur 8. júlí 1980 á Sauðárkróki. Yes. Auddi eða Auddi-blöð. Íslenskur leikari, skemmtikraftur, útvarpsmaður og sjónvarpsmaður. Já, það ekki. Er þetta sirka sem þú sást að fyrir ég tala við fyrir 30 ára síðan? Nei, þá hefði ég ætla að vera atvinnumæður í fótbolta. Ok. Og ætlaði mig það alveg heillengi. Það var skelluð 3 átta á því að það var ekki að fara að gerast. Hvenær gerist það? Nei, ég var svo þrjóskur, ég byrjaði að fatta svona 25? 16, 17, nei, ég var hætti 25. Þá var ég komin í 70. Já, það var alltaf draumur að vera atvinnumæður í fótbolta. En svo, eftir ég byrjaði að skemmta á svona króknum og þá held ég að ég erði helvítið sáttur ef ég fengi að sjá það núna fyrir 30 ára síðan. Já, algjörlega. Að vera að leika og ég er líka bara svo fjölbreytt að vera bæði í sjónvarpi, útvarpi og fá leikinn á milli, það er bara ekki. Algjörlega. Óli Valur, kóngurinn á Barjón Mósó. Já. Hann langar sérstaklega hrósaði fyrir, bara frábæra bíómynd sem hún gafst út á síðast ári, Leinlögan. Já, ég þakka honum fyrir það maður. Hún alltaf farið, segjum fyrir bara allan heiminn og talsett á nánast öllum tungumálum og uppselt út allan heim. Já, sko, ég langar helst ekki að leiðrétta það, sko, það sem er mesta, ég get sagt það, mesta spennan okkar er Þýskaland. Hún er frumsýnd þar í sumar. Okay. Þannig að í rauninni, sko, þó selji mynd út allt, þá er það er alveg heiður og gaman, en það þýðir ekkert að myndin fara á eitthvað flug í landinu, sko. Og það var eiginlega vitað frá fyrstu sekundu að eini sénsan okkur, þá er ég ekki að tala hún verði eitthvað svona mainstream vinsæl í Þýskalandi, það er bara svo ógeðslega mikið af fólki þar, að ef hún myndi hitta hjá okkur svona smá hóp, þá gæti verið gaman fyrir okkur sem að eigum mýinni og þannig að, en það er svona, það er eini sénsan okkar, eins og það er nú gaman að vera sína hana í einhverjum 2-3 bíóum í Bandaríkjunum eitthvað svo leiðis, en þá er hitt svona eini markaðin sem að við ættum eitthvað svona smá séns held ég. Sá ekki Japan líka eða eitthvað? Jó, það er eitthvað skrítnasta plakkat sem ég sé, sko, það var ekki eins og kjálkin eða andlit að agli, sko, og svo var eitthvað NYPD, löggubíll komið fyrir aftan okkur og það var þetta mjög fyndið að sjá það, þeir tóku bara pósterinn og gjörbreytunum, en við ætluðum að fara til Japans á frumsýningu, þá kom COVID. Já. En við náum frumsýningunni í Þýskalandi í sumar, þannig að það verður stemming. Já, algjörlega. Að mæta þangað. Veisla. Já. Sko, þessi mynd var ansi lengi í bígerð. Átti þetta uppálega bara að vera trail til að byrja með? Já, þetta var bara fyrir trailer að keppni og við sveppurum báðum með mikið keppniskap og mér langaði að vinna hann. Þannig ég heyrði í Hannes og við kokkuðum í raun upp bara hugmyndina á 2 tímum og svo bara farið í tökum. Við vorum endur hellingi að taka upp trailin 9-10 tíma en svo bara varð hann væral. Þá eftir hann svona með fyrsta held ég sem ég gerði sem að verður svona væral að því að netið er ekkert það sterkt þegar við erum bæði í 70 og strákarum öllu því, þannig að hann er svona Facebook komið inn af krafti og þá byrjuðu bara bíón að hafa samband hvort það var ekki hægt að gera handrit og við skrifuðum handrit. Ég þakka Guði fyrir að það fór ekki í gegn þá. Já. Málaði þannig, það myndi ekkert eldast allt og vel svona 10 ára setna held ég það handrit, en í rauninni samt sama saga. Ok. Og í rauninni það er allt sem er að gerast er nákvæmlega eins og handriti var fyrir 10 árum, en bara svona brandararnir inn á milli eru búin að breytast aðeins.
Var til dæmis bara, þú veist, að þið voruð samkynhneigð, var það líka 10 ára síðan? Já. Okay. En það var ekki það sem ég var hrædd, þú veist, ég get sagt það núna, til dæmis Pétur Jóhann átt að leika frændans Egils. Já. Og sem að Biggi, frændi minn, leikur í dag. Það voru svona nokkur hluti sem að held ég að hefði ekkert flogið alltaf vel svona nokkrum mánuðum seinna, sko. Nei, líklega ekki. Nei. Mér langar líka að hnýti, var Svavar alltaf að tala ensku, var það líka orðin pæling þá? Eða? Nei, það kom seinna. Það kom Hverju datt það í hug? Ég man ekki hvenær svo pæling datt inn, hvort það var Björlinu bara með okkur eða hvernig, það var svo skemmtilegt að hann vissi aldrei hvort hann ætti að tala ensku eða íslensku, sko. Ég sverði, ég man það ekki. Það getur vel verið að Hlynur eigi það bara sjálfur, sko. En hver keyrir heildarkonseptið í gegn svona mörgum árum seinna? Hver að frumkvæða það? Já, það tek hún Lilja, snillingur og Pegasus. Bara eina mínum uppáhalds. Hún bara vildi fá að lesa handritið og las það og fannst það geggja, nema að þurftu náttúrulega að breyta hann í þessum punktum og keyrði í rauninni bara gang nýtt handrit sem að Nína og Sveppi í rauninni settust niður og skrifuð upp. Og það má, ég vil að segja það, Lilja í Pegasus hafi svona keyrtið í gegn og fekk svo hálfan styrk og þá bara var tekin fundur, þú veist, er allir til í bara svona passion project og er enginn að fara að vera ríkur á þessu, en þá getum við gert myndina og við bara söndum allir á staðnum bara, eða við öll bara, við erum á sömu launum og ættum þá bara svona smá hluti í myndinni ef hún myndi ganga vel. Já, algjörlega. Hvernig að því við erum að tala til dæmis Þýskaland, ef þetta gengur ágætlega þar, sem náttúrulega risastór markaður, Ísland auðvitað hark og ef þú skilja mynd í plús ára kannski bara vel gert, ekki að ég þekki það nógu vel. Já. En hvernig þetta ef þú nærð svona ágætis? Þá var í rauninni að ná sömu tölum, ég man ekki hvort við endaði í 50, 60, ég man ekki hvað við endaðum í mörg þúsund manns hérna, ef til dæmis myndi ná, segjum 50 til 100 manns í Þýskalandi líka, þá ert ég heldur góðum málum, sko. Okay. Því að þá í rauninni myndinni núna löngu komin á slétt, þannig að þá var það bara allt hagnaður sem væri gaman. Kom ekki til greina eitthvað hendur á Netflix eða eitthvað þannig? Nei, náttúrulega Stöð 2 kemur peningin í myndinni með okkur. Já, þannig að það er ekki nema, ég veit ekki í framtíðinni hvort það var eitthvað hægt að skoða það, ef Stöð 2 myndi vilja selja hana þangað eitthvað. En þeir eru að stjórna því. Langar að hendin léttu blöggi hérna. Þetta er Brett Walker í viðtalið við var Verity hérna. Virkleiki leynilögu felst í fullkomnu jafnvægi milli hasars og fyndni. Taktur kvikmyndarinnar grípandi frá fyrstu mínútu alveg til loka. Þetta var samt sko, þetta er alveg edgy concept eða svona. Já, en ég held þú veist bara, mér fannst við allavega að ná góðum árangri að halda vel utan það, sko. Já, þetta er bara, þetta er fullkomlega útfært að mínum leiti, myndi ég segja. Hérna, en maður hefur aldrei séð svona ykta. Nei, það er rauninni, veist, þessi mynd hefði, ef þetta væri bara við í Lögg og Bóa, þá hefði þessi mynd aldrei farið inn á allar þessar kvikmyndaháttir og allt þetta. Það er í rauninni þetta sem gefur henni sem á svona sérstöðu og gerir hann áhugaverða, sko. Og svo er líka alveg pæling, það eru nokkra pælingar í gangi með framhaldi, hvort það verður gert mynd 2 eða hvort það við myndum, nú er ég að kannski koma upp eitthvað lindamáleina, en það er alveg pæling okkur langar ógeðslega að gera jafnvel bara þætti mynd 2. Okay. Þannig að fólk myndi sjá hvað átt að gerast í mynd 2 því að þá ættu bara allir að leika sjálfan sig og var allir með svo góðu messi, það ætla að gera mynd 2 á ensku til þess að sigra heiminn og það fyrir allt í fjandann, sko. Þannig að það eru nokkra pælingar í gangi, en ég held að eins og ég segi, þetta hefði aldrei gengið, þetta er bara verið við í biss og flott tónlist og allt í slow-mo, það er allir búin að sjá það miljónsinni, sko. Já, klart mál. Algjörlega. Þetta er þessi sérstað eins og hann segir King Walker hérna. Þetta er grínmynd, þetta er samtara líka spennandi, skilur við. Þetta er líka dóldi, ertu samanlega svona grínmynd fyrir hlið og svo komið í hasar eftir hlið. Já, ég hugsa það. Já. Þetta er í rauninni bara formúlan. Það er að horfa allar þessar myndir eins og Lethal Weapon og allt þetta, það er alltaf eitthvað svona comic relief og það er alltaf, það var líka sem okkur langaði að gera, bara ekki í okkar viltustu draumum heldur að við myndum einhvern veginn að fara með þessa mynd á kvikmyndahátti. Bara aldrei í lífinu þegar við vorum bæði að gera hana, skrifa hana og það allt. Hún er bara einmið á íslenska marka og þar var djókið að bara Íslendingar myndi fatta hvað væri súrrealist að svona mynd væri að gerast á Íslandi. Það átti að vera svona stóra plottið og djókið og þannig að allt hitt var bara bónus sem var ógeðslega gaman, sko. Algjörlega. Örstuð til lokin, hvað kostaði hann í framleiðslu? Það var alvöru production, sko. Já, hvort það verið 100 milljónur króna mynd, hvort það verið náð því og við fengum 50 held ég frá sjónum. Já. En veist, svona mynd, eins og að búið að skrifa hún og hugsa hann áttu nokkuð svona 300 milljónur.
Og líklega eru þið, ég hef ekki hugmyndum en þeir eru að fara svo hátíðir, eru þið ekki mesta low budget myndina? Já, bara bæja mæl. Já. Lang ódýrasta sko. Og ég var að labba á milli fyrirtækja bara með töskunum mína. Aðalegarinn í myndinni var að labba á milli fyrirtækja að betla pening. Já. Ég var bara að fara upp í Ölgerð og fundi bara og ég að taka á fundi hvort þau getur komið inn í þetta hitti lengjun og fleiri. Því að annars það ekki var hægt að gera þetta. Við okkur vantaði alltaf eitthvað smá eitthvað pening til þess að koma alltaf eitthvað upp á bara, ok, nú erum við svona langt frá að geta gert þetta. Þannig að það bara löðust aldrei eitt. Algjörlega. Sjáum ekki þetta í þetta. Ný. Það kom að bónusspurningunni. Já. Hún er að sjálfsögðu búið bónusgrísins. Já. Eru þið brjálæðir yfir breytingunum? Ég alveg snappaði, ég tók mig viku frí. Þessu leiðilegu yfir út hann að töðu þessu svo ángríns. Það hlýtur að vera eitthvað meira vesinn í lífinu það. Ég ætla, svo ég skjóti inn í, það móðkæðist enginn út af leinilögunni, hann eitthvað? Nei, en það kemur alltaf eitthvað. Já, ok. Það er ekki hægt að... Fyrir utan mig. You can't please them all. Þú, sko, Ég móðkast yfir öllu. Ég gleymi aldrei hvernig þú brást við bónusgrísnum, sko, ef við byrjum á því. Já. Það var bara, vika var ónýtt, en í FM 95 Blö heldur að þú erum 10 ára afmælistónleik í höllinni. Já. Þú nefndir að af öllu sem þú hefur gert þykir vænst 70 mínútur á FM 95 Blö. Já. Komum kannski betra 70 mínútum eftir, en ef við byrjum á Blöðaranum. Já. Í fyrsta lagi, hversu sturla var að halda 10 ára afmæli fyrir stútfulla höll? Ég setti það nú á Insta og þá var ég enda búin að hella hans í mig smá jager og annað en ég stend við það sko. Þetta er skemmtilegasta kvöldið á ferlinn. Þetta toppar þjóðhátíð og allt í raunin af því þetta var okkar. Þú ert skemmt á þjóðhátíð, þá ertu fenginn bara og það er ekki 20.000 manns komin til að sjá þig, það er bara geggju hátíð og stemming, hvort sem við værum að ekki, þá væri sama stemming. Sem sagt, jafn mikið af fólki en þarna í rauninni kom fólk að því þetta var okkar, bara 10 ára afmæli okkar, sem gerði þetta því að bara allt stressið og allir undirbúningu fyrir þetta og allt rugglið varð svo geggja payoff sem gerði þetta einhvern veginn að besta kvöldin á ferlinu sko. Já, ég trúi því. Þegar við vorum alltaf stressa okkur bara að vera geggja að kemur 3.000 manns, það var 4.000 að vera geggja, en svo bara var uppselt og maður fekk bara gæsa og þurfum að labba á sviði sko. Þeir eru reynda bara frægustu Íslendingar bara sem eru núlifandi, hann er kannski skrítin spurning, en er maður aldrei hræddur þegar maður heldur svona ívent að það verði bara eitthvað pathetic mæting eða eitthvað? Jú, það gerir þetta svo fallegt þegar að hefnast sko. Já. Þannig að, jú, það er alltaf, þú veist aldrei örugur það er svo ógeðslega mikið í gangi líka, svo mikið af tónleikum og bara allar þessar útskriftarveislur og brúðkaupa því að búið að fresta öll í 2 ár. Þannig að það búið að vara okkur við einhvern veginn ef að miðasalan færi hægt af stað þá var búið að segja en það verið þið verið áttökur af því að það er búið að fresta svo mörgu og fólk hefur bara ekki tíman í þetta núna og þess að selst ítla á svona hluti og við bara, já, ok. En svo bara gekk þetta eins og í sögu, sko. Algjörlega. Það var geggja. Já, það þekkja líklega allir söguna í hvernig FM 95 Blöð byrjaði, 5 þættir í viku eftir að þættir í sjónvarpnum tímbili. Já. Fyrir maður yfir line-upið, það voru þetta mánudagar, Björn Brei, Sveppi Krull, síðan á miðvikudögum. Var það ekki bara spurningamerkið eða? Jú, hann byrjaði þannig, svo kom Pétur Jóhann alltaf á miðvikudögum. Já, ok. Hér var Haflega, 25.000 kall, where the fuck do I say? Og Kilsson. Hvað hélt þetta line-up lengi og hvernig var tekin ákvörðun að þetta hrista upp í hlutur? Þetta line-up var í 2,5 ár, en svo fyndið að eins og Hjöbbi að ég hefði rekjan að mest að kjafta í heimi því að Hjörvar hættir því að hann er orðin yfir íþróttunum á Stöð 2 eða Stöð 2 Sport. Já. Þannig að hann þarf að hætta í FM 95 Blöð, það var enginn sem rakan það finnast það sem ég heirt sátt sko. Geðveik svaga sko. Þegar hann er eitt staðfyrst, þegar Hjöbbur er på sitt besta þá er enginn fyndar en hann í útvarpið, það er bara staðfyrst. Þannig að hann var ekki rekinn. Svo var þetta líka, ég fann bara fyrstu 2 árin þá mætti ég alltaf bara 9 á mótnana og tókum þáttum 4 og búin 6 og mér fannst þetta allt svo létt og eitthvað en þetta var orðið aðeins þyngra og þyngra þannig að mér minnir að eftir að Hjöbbi hætti og Sveppi var eitthvað að væla líka hvort hann hefði rekinn á svipuðum tíma, ég man það ekki og þá hugsaðu við bara, ok, til þess að þetta er svona Rakstu Hjörvar og Sveppa? Nei, það var ekki ég sem raks Sveppa, hann ákvað að framleiða kvikmyndina sína með RÚV en starfsmaður Stöð 2, ég held að það er svona fyrir frekar ástæðan
En já, og þá einhvern veginn bara ákveðið hérna, ég man að þá rættum við saman bara, ég Steindi og Egill, hvort við ættum ekki, og þá var Steindi og komin inn á 5. fyrir Hjöpa, hvort við ættum ekki að hafa þetta bara einu svona viku og vera 3 og við bara ákveðum að slá til, sjáum ekki eftir því. Já, rest is history dálítið, sko. Rest is history. En ég held að þátturinn hefði aldrei enn svona, allavega ekki í sama ferskleika ef þetta væri ennþá kunnundi. Já, einmitt, ekki fínt að hafa eftirvæntinguna, það séu bara einu sinni í viku? Jú, og það meiris að eftir 10 ár þá verður það alltaf erfiðar og erfiðar, maður þarf að finna nýja liði og það er alltaf, ég hef alltaf að brótsa fyrir 95 blöð bara eins og þátturinn sé að byrja, bara eins og sérst að sannaði fyrsta sinn fyrir fullt fólki, eins og það komið nýja hlustendur og nýja kynslóðir, sér það þegar þátturinn byrjar, 10 ára krakki 20 í dag. Já. Þannig að þú þarft að bara vera á tánum. Já, algjörlega. Annars deyrir þetta. Það staðfest. Hvenær fattaðirðu bara, þetta eitthvað sem virkar þegar við vorum komin 3 hérna? Var það bara samstundis? Já, en það sem ég dýrkaði að ég var mjög stressaður þegar FN95 blöð var að byrja. Því að hérna kom úr vídeóið og þá kom svo rosaleg pressa á þáttinn einhvern veginn því að vídeóið var svo geggjað og að ég var mjög stressaður og fyrsti þátturinn 4. nóvember, þá var ég, Egill og Svessi kemur með föstudagslægi og eitthvað og ég bara, þegar ég var að stjórna þættinum og þá fó bara svona allt stressið að ég fann bara hvað mér fannst þetta gaman bara strax á fyrsta þætti, ég hugsaði bara, þetta verður ekkert veginn. En svo einhvern veginn voru komnir í svo góðan rytma á þessum 2,5 ári að það vissi mér alveg að föstudagarinn yrði aldrei vesen, sko, að vera einu sinni í viku og nei, ég hef aldrei einu ágjörð því. Það var meira bara hann í byrjun, sko. Já, algjörlega. Erum við á fullkomnum stað núna upp á það að gera, ég meina, þú ert vallar þreyttur á þessu, þið voruð að rúla út öðrum þætti, blökasti, frábært stöf. Já, takk fyrir það. Við bara, okkur langaði líka, það er svo oft sem við fáum fólk í FN95 blöð og erum, eins og kannski diggi hlustendur þekkja bara við skuldum auglýsingar. Já. Það eins og bara þegar Kári Stef kom til okkar og fleiri, þá voru við byrjar að hugsa þetta bara. Það sumt sem hann mér langa bara að gefa sér tíma í, þannig að það sé ekkert stress eða neitt og þá kom ég raun og hugmyndin að vera með eitt svona podcast átt og mér finnst það ógeðslega gaman, mér finnst það svo öðru í þessu heldur en FN95 blöð, ég finn það bara þegar við setjumst, bara munun á hvernig tala í blöðkastinu og hvernig maður talar í FN95 blöð eitthvað öðru í þessu, sko. Þannig að en það líka bara setur meiri pressu á og heldur maður á tánum, sko. Algjörlega. Það er að finna fleiri nýja liði og ný tópik, sko. Já. Hafa ekki viðtökurnar verið algjörlega frábærar? Jú, það er búið bara að vera geggja, sérkjörlega gaman og okkur langar líka að stækka það dæmi, eins og núna, við erum með bingo og 3 mánaða fresti, við ætlum að halda því, svo eins og hlaupið, það verður í beinni útsendingu, 100 metra hlaupið á milli Steinda og Egils. Já. Og okkur langar að vera með eins og Friki Dór komið til tónleika, okkur langar að vera duglegir að vera að koma með bara fullt af svona óvæntum hlutum sem þú veist að stækka þetta, þannig að sé bæði þú færið þátt á hverjum þriðjudegi en svo færið hellinga aukaefni, sko. Algjörlega. Hver áhalds dagskrárliðurinn sem að þú komst ekki með sjálfur? Brjálbreki. Já. Er það? Já, alveg hygglust. Ég man með þess að bara eins og að gæst í gær hvernig það byrjaði, sko. Þá voru við í Skaftaliðinni og Hjöppi bara svona, hringdu í mig, ég ætla að taka eina típu sem að bara, svona ekta típa sem ég þóla ekki, sko. Ég eitthvað, svo bara blessa, þú mikli meistari eitthvað, og ég bara blessa og ég maður bara komið fannst þetta fyndið, leiðið ég búin að skella á hann, ég bara, við erum að fara að halda þess áfram og þá að Hjöppi bara svona, já, ertu vissi? Ég bara, já, þetta er ógeðslega fyndið. Þannig að það er fyndasti liður sem ég á ekki, pottitt. Já, ég sammála því. Já, geðveikuliður. Sko, það er svo skrítið að fá þið setti af því að ég er búin að hlusta þið tala örgulega bara í margar vikur samtal, sko. Þannig að bara, ég er eins og við þekki þetta, sko. Já, þannig að vera. En uppáhaldsmómentið mitt með þér var samt, held ég, var það ekki þjóðhátíð 2019, þjóðhátíð þátturinn þá, þegar Brjálbreki var og ég var í dalnum geðveikt viður og komin í nokkra bauka. Shit, hvað það var. Þá mættal, já. Að koma og lífið viðtal. Það er bara svo erfitt að fá Brján í dag. Ég er búin að reyna það nokkru sinnum með þér. Hefur lítinn áhugaði. Já, við grenjum svolítið síðan þegar mætt til okkar. En Kyocera vilja aðeins fara á persónulegu nótundar. Já. Og ég hef alltaf sagt að Kyocera sé svolítið svona eins og Rolls-Royce prentarna. Okay. Þú hefur verið að halda því fram. Já, þetta er bara gæði sem að endast. Nú hef ég aldrei átt prentaraðan, ég hef það bara að treysta þér. Já, en ég get loðið því að prentarinn á skrifstofunniðinni er Kyocera. Já, ok. Sýndi staðir í vinnu. Já. Ok. En þú þarft auðvitað að fá þig prentara, Kyocera prentara, sko. Já, ég til ég. Hvað er ég að prenta? Skýslur. Já, ekki að gögnum, sko. Prent út næsta þátt og svona.
Þegar maður starfa sem grínisti, skemmtikraftur, hversu hrættur maður það, hversu mikið stress þetta að hætta að vera vinsæll? Þetta, étur þetta innan einhvern tímann? Alls ekki, sko. Þó að ég sé nú svona fæ alveg mín kvíðaköst ekki endilega tengt því að ég held að ég væri stressaður ef ég væri bara svona pjúra grínisti upp á bara að reyna að passa mig hvort ég sé ennþá fyndin en það hefur aldrei einhvern veginn verið pælingin á mínum ferli það meira bara svona að reyna að vera skemmtilegur og vera með skemmtilegt fólk í kringum mig sko. Því að minn styrkleiki í fjölmiðlum og ég hef sagt það áður hefur alltaf verið að finna hvað virkar meira heldur en það þarf ekki að vera ég sem að segja það Nei. En get liftið upp eða svona góður streitar á móti bæði hvort sem það í sketsum eða í útvarpi þannig ég held að það sé ástæðan fyrir að ég er með þess að sverða ég hef aldrei verið að stressa maður sko. Ef að bara það fyrir að dala þá fer maður bara meira á baku tjöldin og hjálpa til þar eða þannig nei í hreinskilni þá er það ekki einhver sem ég stressa maður sko. Bréfin er ansi há núna sko, það er spurning hvort þú of seint að fara að lestina núna sko. Já, það er einhvern veginn, þú veist, þetta er samt spurning sem ég bara fengi allar með fyrir eitthvað, hvað ætlar að gera eftir 70 mínútur og svo bara hvað ætlar að gera eftir tekin, hvað, veist, þannig að það var eins og allir, nema ég sjálfur var einhvern veginn að bíða eftir þetta búið, sko. Já. Og það, maður á aldrei að hugsa þannig, bara með nú ennþá gaman að þessu og ert með metnaðin í þetta og einhvern nennir að hlusta hvort sem að vera jafn margir eftir 2 ára, 3 ára en bara meðan þú ert ennþá fólk sem að skemmti sér á meðan þú ert að þessu þá er ekki sens að ég myndi að þessu, ekki strax og ekki einn dag þar sem þú bara síðan okkar stökkst upp á sviðsljósi kannski segjum að fullir alvöru eftir 70 og svo þegar þú ferðin í stjórn 2 bara ekki einn dagur þar sem þú bara eitthvað millibilst ástand þar sem að Jú, pottið þegar ég er að hætta með Lilli og sinni tíma fyrirhandi og eitthvað þá kannski verið eitthvað þannig hugsanir en það er unni bara óöryggi og yngri eitthvað en allavega á þeim stað sem er í dag þá alls ekki sko. Og ekkert síðustu bara 5-10 ár Nei, algjörðu við þurfum ekki að ágjöra en í gamla dag, jú, alveg pottið bara frá 20 til 30 Já. En ekki í dag Frumherramenn að sjálfsögðu með skoðun dagsins eins og venlega, hún er eftirverandi 70 mínútur eru bestu íslensku þættir of all time gaman að heyra Einu menn Sko, við erum að taka auðvitað öfugt við Alfreð Finnbúa við erum að byggja hann upp áður en brjótum hann niður Já, tókum Alfreð í gær, brutum hann fyrst og svo byggðum hann upp Maður átaka samlokuna, það var hrósa, rakka, hrósa og það verður enda okkur góður hrósi Við erum ekki búin að vera nógu lengi í bransanum sko, en við erum að læra þetta Hversu bilað var þessi tími og við vitum að þú sagt þessu oftaður eins og kannski flesta sögur það þekkaði bara allir hluti en fyrir það örfáðu sem hafa ekki enn heyrt hana hvernig náður að grenja í simma að taka inn í 70 mínútur? Þetta er sennilega svo saga sem ég hef ofta sagt ég bara glemt að minnast á það við ykkur áður að byrjum að taka upp ég nenni ekki að segja þetta í 10. sinn en það er í rauninni það er búið að íkja og þetta aðeins að ég var ekkert eitthvað neginn grenjandi í simma ég satt ekki fyrir utan heima á hann með kíki og dabla sko en þetta var ég bara sótti á potti fyrst þá fór ég bara með langaði þessu ógeðslega að vinna þeim og þá var bussi sem var þar yfir og ég spurði bara eftir með eitthvað vinnu handa mér og þá ætlaði ég fyrst sko að því ég sá það voru auglýst fyrir undirtónafréttir svo, ég vissi ekki þá en þetta er alltaf svona klíkuskapur sem ég frétti svo setna þegar ég byrjaði að vinna á potti við að það var löngu ákvað Frosti átt að taka það ég veit ekki hvað voru auglýst einhverjar pröfur fyrir einhverja froska og eins og mig sem var geðveitt spenntur þarna búin að æfa einhverja fréttir og eitthvað en svo bara gerði Simmi þau mistök greið að segja mér að halda áfram að heyri í sér því að leið að myndi opnast eitthvað plási eða taka einhverja falda myndal og ættu endilega að prófa ég spurði hann svona 4 sinnum eða 5 sinnum og ég fekk loksins að pröfa þetta ég hitt hann að sporka einu sinni á Glumbar og svo var ég alltaf bara að fara niður eftir bara niður að tjekka hvort það væri eitthvað nýtt þannig að ég raunin bara gafst ekkert upp Einmitt, það er rosalega erfitt að kalla þennan mann við mót okkur eitthvað forréttindabésa, þetta er maður sem er lagði inn vinnuna sko. Já, ég þekkti engan aðeins sko. Nei, hvernig var það sko, erfitt fyrir þig kannski að svara þessu en þú veist, fannst þér að vera orðin frægur eftir 70 mínútur? Já, þú veist það, mér fannst það, rosalega og fannst ég alveg maðurinn Hvernig var að fara downtown? Það er svo, fyrst þegar ég var í földu myndalum og þá var ég alltaf vonast eftir að fólk myndi spyrja bara hvort þetta væri gaurinn í földu myndalum ég dyrkaði það sko, var alltaf Glumbar á þessum tíma Varst ekki í földu myndalum? Já, passa þar Svo kom eitthvað svona smá tímabil þar sem að mér fannst ég orðin eitthvað voðalegu spaði og svona herri, ég er að skemmta mig fjölskyldu sko, væri eitthvað sama
svo bara eins og allt venst þetta og það bara, maður þakklátur fyrir að fólk neina að horfa og hlusta í dag þannig að, jú, mér fannst ég voðalega frægur í Kanada. Þarna það sama með F9 blöð og 70 mínútur það að segja, þú veist, okkur ákveð að hætta þetta bara leiðin eitthvað fór í sundur, eða? Nei, bara konum með leið og ég hef sagt það með F9 blöð, mér finnst það lótulegt að ég skuli ennþá hafa ég gaman að því að ég er búin að lofa bæði sjálfur mér og öðrum í kringum að leið og ég hætti að hafa gaman að þessu sjálfur þá hætti ég með þáttinn, þetta aldrei leifa honum að hvernig sem hlusturinn er að ég myndi aldrei gera þetta bara businesslega séð, bara ekki séns og það var sama og við lofum hvorum öðrum, ég og Sveppi eftir að Sim og Jói hætta hérna svolítið snemma í 70 og lofum hvorum öðrum bara leiðum hvorum með leið á þessu, þá myndi að hætta og við vorum konum með leið eftir eitthvað 4 ár þá í rauninni erum við beðnir að fara í strákana og 4 sem í viku og fáum pródusent Kristófi Digni sem er geggjaður og þykir mjög væntum en þá vinnur í dag og Guðna Klippara sem klippti leinulöguna fáum svona teimi kringum okkur og þá gat maður einhvern veginn kreist út 1 árið viðbót og fundum við samt að við vorum einhvern veginn bara nefndum svo alla þá koma Gunni Samloka og Atli nýta til að reyna að hressu upp á það aftur að það var held ég bara veit að fyrir fyrirtæki var hellingsverma að geta verið með þætti á hverjum degi eða 4 sinni í viku sem voru vinsælir en við bara fengum nóg sko. Lestu bara þínu yfirmenn vita á tíma bara, herru ég nenni sig ekki lengur, ekki þessu Já, við allir saman bara eiginlega Var ekki Simmi sem sá okkur sko, það voru þið sem að gerðu Doritos vinsælt á sínum tíma Já, Pepsi og Doritos var bara sko Doritos var yfirbara vinsælt að snakka á Íslandi þegar 70 mínútur Já, og var alltaf til fyrir það það var ekki til líkingu við það sem að var sko Nei. Og það var heldur líka í 70 mínútur með fyrsta sinn sem að Pepsi fór yfir kók bara í sölu á Íslandi Já Þannig að þetta var helviti sterkt spóns sem að Ölgeri náði þar á sínum tíma. Algjörlega, okkar menn lifir. Já, okkar menn, Brí og Léttul, aðalega gott. Já, ég er svo lojal, ég er Ölgeri maður síðan og er enn. Já, algjörlega, annað er bara eitthvað rusl, sko. Ég get samt sagt hvað er ekki rusl, það er Bagel & Co. Já. Bagel & Co. Bagel & Co. Sem er í Hagkaup. Já, það var það. Geggjað. Já, ekki eðlilega gott. Svíkala gott maður. Það er svo lögmaðinn í lóa á honum fyrir að segja það, sko. Mér bara dýrka, ég var einmitt að gauka á honum hérna daginn að hann ætti að byrja með Flagel. Ok, hvað er það? Það er alveg svo beglan en það er búið að taka út allt brauðið þannig að þetta er svona miklu þynnra. Já, minni kolvetni. Já, og það er ótrúlega vinsælt í New York náttúrulega það sem að beglan er hvað vinsælust. Konan mín leið mér að smakka þetta rúm í New York daginn og það er bara geggjað. Þannig ég voru svona bendur það, kíkja það. Flat Bagel. Já, Flagel. Rómar auðvitað hlusta. Hendi í það. Alltaf verið kaninn fyrstu með þetta eins og ramen hambúrgarinn hann Kaninn fyrstu með alltaf Hversu gaman er að fara út að borða í Bandaríkjum? Geðveikt. Dýrka. Er það uppáhaldsstaðurinn? Bandaríkin? Já, ég er svona nett kannamella sko. Já. Mér er svo gaman, þú veist bara ef ég er í New York eða í rauninni sama hvað ég er bara svona dýrka að fara bara á pub og setjast bara einn til dæmis ef að kostum með félagunum eða konunni eitthvað, ef að konunni í sturtu eitthvað og elska að fara bara niður og sitja bara og spjalla, veist, kaninn er svo geggjaður sko, bara sitja og spjalla og ég finnst það svo gaman sko. En svo reyndar Rakel líka búin að selja mér svolítið í Ítalíu, minnst hún geggjum. Einhver ferðplönu í sumar eitthvað? Nei, en Flórida í haust með börnin, við áttum panta til Flórida í februar en svo fórum við, hvort það var í oktober eða nóvember til Tenerife sem allt F9 blöð gengi og þá frestuðu við Flóridaferðinni því þetta var eitthvað mesta hell sem ég lendi í að ferðast með 2 unga börn og ætla ekki að gera það alveg strax. En það málið það? Já, það var agalegt. Já. Er lífið búið að breytast fáralega mikið síðan eignast börn? Já. Minna tjám? Já, það var samt einhvern veginn náttúrulega COVID og allt þetta það var eiginlega, ég er ekki að segja ég sé hættur að drekka en ég er hættur að djamma nema, veist, ég drekk með fullan heima hjá mér ég veit ekki hvort ég ætti að flokka sem djam ég hef ekki farið á skemmtist að eitthvað svona, ég veit ekki hvað lengi og saknaði þess ekki neitt sko og ég held að það hafi ekkert með börnin að gera því við erum oft með nætupössun og svona en mér finnst ógeðslega gaman að fara að drekka rauðvín í heimahús eða líka fara á pub og eitthvað út og borða og svona, en ekki djamma. Nei. Væri það ekki bara smá spes? Eða væri eitthvað? Það væri alveg gaman að bara núna þegar ég hugsa, það var alveg gaman að prófa það ég get ekki staðfesta
En ef þú myndir vera bara eitthvað, já, ef þú myndir bara vera eitthvað húsgagn á bankastættu klöp eða eitthvað, skilur, það væri alveg. Já, það er sad, sko. Ég var sem byrjar að hugsa, þá er ég ekki að segja að staðurinn sé sad, en að 42 ára maður sé orðin eitthvað húsgagn, það er sad. Og ég var byrjar að hugsa sínum tíma, hvort það væri eitthvað að mér. Já. Bara, hvort ég fengi bara ekki leið og að fara niður í bæ og fara á fyllir í. Við Steindi vorum fullir hverja helgi bara og þá var ég orðin 33, 4 ára. Já. Þá var ég byrjar að ágjöra þessu. Já. Bara hvað ætla ég að fara bara með eitthvað pensara og ég leði ekki bara niður í bæ allar helgar þannig til ég verð 50. Svo loksins einhvern veginn dattað inn að ég nefndi ekki lengur. Já. Og ég er mjög fegin því. Sko, að kom fram á fyrir árun að þú hefðir farað fullum krafti í brefin. Nei, ekki fullum krafti, en kom á vestan tíma. Ég hef ekki keypt hann, jú, keypt hann í Ölgerðinni. Já. Já, við keyptir Ölgerðinni, en dagarnir hafa nokkuð undantekningarlaust verið rauðir síðan. Já. Síðan að blöðurinn fór inn. Heldur betur. Þannig að spurningin er einfallega, ertu með diamond hands eða ertu með paper hands? Ég er ekki búin að selja neitt, sko, þannig ég er ennþá með diamond hands. Þetta er bara svo fyndið, ég náði einhvern veginn að gabba mig í þetta. Alltaf að tala bara á og núna getur ekki fara annað en upp á við og ef að fara niður þá bara höldu áfram að kaupa og eitthvað. Ég bara, hvað er þetta eitthvað ruglað? Og svo bara, kaupa eitthvað bandarísk bréf, allt farið til fjandans. Bara horfi á þetta að fara, en ég er ekki búin að dæla inn meiri penning fyrir utan Ölgerðin í daginn, þannig að fyrir það var ég ekki búin að kaupa í marga mánuði, en ekki selt neitt. Nei. Ok, þá ertu diamond hands. Sitja á þessu, já. Það getur ekki vestnað, fjandinn. Jú, þetta getur vestnað, sko. Já, það var bara long time plan, það var kannski sléttur eftir 5 ár. Eitthvað sem gerist ekki í kasínói. Sko, við fengum skeitihús frá Bónus fyrir þátt. Það sem framkom að þú og Steindi hefðu tróðið upp á árshátíðinni hjá þeim. Núna daginn. Hvernig var stemningið þar? Gekkjuð. Við vorum held ég þar í 4. eða 5. sinn. Já, það. Við erum bara bónusmenn. Já, við allavega 4. Já. Og það er alltaf geggjað. Var samt alveg góð, afsakið, var góð stemming þráttur að búið að breyta grísnum með það? Já, það er eins og fólk hafi, það var líka bara gert grín að því í vídeónu eitthvað. Það er eins og bara fólk hafi einhvern veginn öll saman ákveða að halda bara áfram með lífsitt. Og það var rosalega fallegt að sjá. Það var enginn að syrgja grísinn og allir að skemmta sig, sko. En það er mikið stemming, veist, unglið þarna og svona. Þannig að við erum ágættir í að ná stemmingu á unga liðinu. Þannig að það var mjög gaman. Já, hvort eru þið? Þú tróðst einu sinni upp á Steinda ásætti, þá var ég að vinna á apótekinu. Já. Fekk þessi forlótu velun nýlið ársins. Það var búin að vinna til 3 mánuði og hætti sem viku seinna. En þá var ég einmitt komin kannski þó nokkra bauka. Og ég fór eitthvað að gauka í frændaðinum, sko. Steinda. Er það kannski eina ástæðan fyrir þú hættir að djamma? Nei. Það er ég var orðin mjög vanið, sko. Er það samt ekki pirrandi? Það fyrir rosalega eftir bara hvernig það er bara eins og allt. Það er eitthvað gaur að taka utan um þig eitthvað. Já, ég er náttúrulega með snertifælni þannig að ég er aldrei þótt það skemmtilegt. En ég hef oft hitt blindfullið sem að mér bara, ef einhver kemur og að ræða það, þú finnur það bara strax. Annarkvort finnur þá er ekki að segja þessi slæm manneski. Þú sér þetta bara, ok, hann er bara búin að drekka mikið eða hún og þetta er bara leðilegt, ég nenni ekki að eða tíma. En stundum kemur eitthvað þó og sé bara tipsið að fullur og þú bara sér hvað þetta er góðu gaur eða góð pía bara, gaman að spjalla það. Þannig að þetta er ekkert alltaf eitthvað hræðilegt. Og þetta er ekki ástæðan fyrir hætti. Ég held bara, ég hef ekki nefnt að fara inn í bæ eitthvað, ég veit ekki. Líka komið konu og svona. Já, nákvæmlega. Það var ekkert að eldastu stelpunar. Ertu ekkert á smitten eða? Ég var bara í útlöndum. Það er að hasla sig öll þar. Já, þetta er náttúrulega íslensk fyrirtæki. Nei, ég er ekki, það var aldrei verið honum þannig. Þú komst upp með þarna maður. Já, sorry. En hversu gaman finnst þér að leikstýra eða vera handritshöfundur ásamt í að leika? Gekkja. Það er jafn gaman að skrifa og leika. Færðu jafn, afsækja að gripa alltaf fram með þér. Nei, ekki maður. Færðu jafn mikið kikk út í að eitthvað sé að vera veruleika þó að þú sett ekki að leiki að því að þú gerði það? Já. Mesta bara svona eitt uppáhaldsmomentum mitt á ferlinum er í Svínasúpunni þegar ég horfa á Jón Gnarr og Sigurjón Kjartansson var að leika skett sem ég skrifaði. Það er bara hvaða skett er þetta? Ég bara dýrkaði tvíða og þegar ég man sérstaklega eftir með Jón þegar hann var að koma með dótiðin og hardrock. Já. Það var skett sem við skrifaði nú, við vorum 4 að skrifa þetta, ég, Sveppi, Sigurjón Kjartansson og Þrándur Jens og Pétur náttúrulega. Þannig að við skrifum í rauninu meiri hlutin að en bara, ég man ekki, það var eitthvað mómenta sem ég var að horfa Jón og Sigurjón, bara menn sem að ég hef bara dyrkað síðan ég var 18 ára. Að það var svona, þannig að já, mér finnst hrikalega gaman líka bara út búin að skrifa eitthvað þvælu, svo er bara fólk
í vinnu að reyna að græja eitthvað kjaftaði sem út búin að skrifa, það heldur skemmtilegt sko, það verður að viðkennast. Já. Hvað stendur upp úr af svínasúpunni, steypustöðinni og Júrugarðinum? Góð spurning. Svínasúpan örugglega því að það var svona fyrsta sinn sem ég fekk að leika. Þykir mjög vænt Júrugarðin, Danna, því að það var svona líka í fyrsta sinn sem hann var bara sami karakterin í öllu þáttunum. Og svo steypan náttúrulega, þetta bara, vá, virkilega það að gera á milli. Ég hugsi, það að segja svínasúpan. Kemur ný steypistöð? Það pæling, já. Ok. Það bara svo mikið í gangi að við finnum einhvern veginn aldrei tíma til þess að Stöð 2 vildi gera stóra sviðið aftur. Ok, þannig að þeir að gera það núna? Já, okay. Við gera aðra seríu af því og það fyrir rosa tími í það því að það er að vera búa að taka upp allt, skrifa allt og klippa þegar við förum í stúdíu sem í haust. Og svo erum við líka að gera tónlistarmennun okkar, seríu 2. Þannig að einhvern veginn, en jú, það er alveg á teikniði planinu að gera Steypistöð 3. Algjörlega. Mér langar, sko, sketsin sem stendur upp úr Steypistöðinni á mér er náttúrulega Höddi Mag. Það er einhver finnað skets sem ég sé. En er einhver skets, þú náttúrulega gert á nokkra, sem að þér fannst ógeðslega fyndin og þú veist vissum að er þið bara algjörslagari en floppaði og kannski öfugt? Já, jú, það er oft þannig, sko. Það eru margir svona, ekki sem floppaði, en sko, sá skets sem eða svo karakter sem ég dýrka hvað mest sem við höfum skrifað, ég og Steindi og Sveppi saman, er Kristján Nágranni, sko. Já. Það er, ég var með mikla væntingar þar og það er stóðust þær. Það eru bara sketsar sem ég dýrka. Nei, ekkert sem ég held er í geggjaðar en floppaði. En, jú, kannski skets sem að ég bjóst ekki það mikið við, en fannst svo geggjaðar þegar ég sá hann, þó ég leiki hann sjálfur og kannski aðstæðanlegt að vera að segja þetta, en það var þegar við Ágúst Eva vorum með börnunum í Gifta svo að drepa. Já, í bílnum hann. Já, ég maður skrifum og bara svona, já, ok. Svo bara þegar ég sá hann, það fannst mér hann ógeðslega fyndin. Já. En enginn sem ég hefði haldið að yrði sturlaður og var svo hræðilegur, sko. Kemur eitthvað til greina þegar líður á ferilin, út en þá ungur að aldrei, að fara að einbeita þig bara algjörlega að vera bakvið tjöldina? Jó, en þá myndi ég samt, veist, bara, það er eitthvað í manni, ég myndi aldrei vilja hætta öll, veist, það var ég samt til að koma einhvern tímann, veist, bara gera minna, sko ég meina, veist, ég var alveg til að halda kannski áfram að leika ef maður bjóðast eitthvað skemmtilegt hlutverk í einhverju, en ekki vera alltaf fyrir fram að kameruna og það er, með svo orðið nokkur ár síðan að ég var orðin bara mjög peppaði fyrir því, sko. Já, ok. Það er mega til í það, mér því að hjálpin sem ég fekk á mínum ferli, ég gleymi því aldrei, bara eins og með Simma og Bussa og þessi menn sem að gáða mig tækifæri, að það væri ógeðslega gaman að geta gert slíkt þess saman fyrir einhver aðra, sko. Hvað færð að leika miklum lausum hala sem starfsmaður sínar að bara brainstorma í að fá bara þínar hugmyndir í gegn, bara mig langar að búa til þessa seríu, eða eitthvað? Ég hef verið svo heppinn með yfirmenn að ég hef í rauninni held ég alltaf fengið að gera sem ég langaði að gera. Já. Kannski sumar hugmyndar eru bara dýrar. Já. En já, bara hef fengið að, eins og að segja, leika lausum hala, svo koma inn, veist, verkefniða sem ekkert sem ég langar ekki að gera, en þá til dæmis, veist, bara ef ég er beðin að vera kynnir og talentið eitthvað sem að mér fannst mjög gaman. Já. Eða allir geta að dansa, eða þá bara segir maður já, og það er ekki einhver sem ég sækist eftir persónulega, og mér finnst það mjög gaman, mér skeggja að vera í beinni útsendingu að það var svona kannski eitt fyrir þá og svo næsta algjörlega þannig að ég bara, já, eins og ég segi, verið mjög heppinn með yfirmenn. Peitimenn, þeir eru að sjá lítil og meðastór fyrirtæki jafnt sem... Ég segi bara svo Alfred segir við Peiti. Mæstu hvað að segja? Við elskum þá. Við elskum þá, já. Hárrétt. Sérstaklega hann líklega, en ok. Já, en þeir vilja einfallega vita hvernig er Payday hjá einum dáðasta skemmtikrafti landsins? Hvernig er Payday? Hvernig er Paydayin? Já, hvort það sé bara góður að slæmur. Já. Það fyrir eftir verkefnum. Já. Er það þú veist, það er svona það sem við erum að koma að sko, þú veist. Já, veist, ég er á föstum launum. Já. Og svo bara fínum launum sem ég hef verið á bara ansi lengi. Já. Þetta væri meira hark ef að þú værir einungis bundin við sjálfa þig. Já. Semst ekki starfsmaður hjá sín. En sko fyrstu 8-9 árin á ferlinum fékk ég meira aukalega, sem sagt, fyrir aukavinnuna, þannig mætti orða auglýsingar og skemmtanir og annað, heldur launin mín. Ég var hræðilegu launum fyrstu, ég náttúrulega vann frítt að byrja með 6 mánuði
og svo var ég á 150 krónum sem að voru þá lágmarkslaun. Já, Ég var á því alveg góða 5-6 mánuði í vinsalegasta úlingaþætti allra tíma, já, hækka svo loksins held ég upp í 300 og heil lengi bara á, þannig að fyrstu 6 árin var ég bara á mjög lélegum launum. já, þannig að þú áttir alveg skila ákveðis launa leiðréttingu. Afannst mér, Já, bara að því kom loksins, ég held að ekki fyrir eftir tekinni eða eitthvað sem ég fekk loksins eitthvað Komum ákveðis við- launa. Já, þannig að þú ert á föstu launum og þú ert ekkit að vinna með núlur og vatn einn mánuðin og síðan humar og kampaðin næsta. Nei, en ef að er búið að taka garðin í gegni eða eitthvað þannig þá reynum við kannski að því að ég var alltaf litið á fyrirlið minn bara eins og atvinnumann í fótbolta. Ok. Ég get ekkert stóla á það að þetta verði svona næstu, hvað hætti maður, 67 ára eða hvernig er eftirlaun eða eitthvað. Ég get ekkert stóla á það, þannig að því er ekkert að spandera og eyða öllum peningunum sinum, því að þú veist ekkert hvenar, þessu kannski líkur ekki beint og getur unnið við fjölmiðla eitthvað, en á meðan að vel gengur, bara eins og í atvinnu íþróttum. Ég hef oft hugsað fyrirlin bara þannig, sko. Já, hvað tölum við gær? Fjórðung, eða ekki? Varstu ekki að tala um það? Jú, Alfred talaði um fjórðung á launinum sem þú ættir að nýta. Já. En þú veist, það er náttúrulega kannski aðeins. Nei, ég held að Það er aðeins léttara fyrir hann. Ég held að, þú veist, fjórðungur og hans launin er ekkert eitthvað. Hann er algjör hetja. Ég er bara alveg út að hlusta, hvernig fer það að þessu? Þetta er ótrúlega maður. Já. En Kemi, þeir eru með næsta lið, hann heitir Hver er? Ok. Og það eru margir sko, sem er að velta því fyrir sér, hver er Kemi, ef við byrjum á því? En þeir eru á Tunguválsi 10 og Já, margir velta þeir. já, þeir eru með glussan til staðar, þeir eru með grípundar, þeir eru með allan pakkan. En mest eru þú fyrir hreinsiefnið í útikamrana. Já, og ferðasalinnin. Og ferðasalinnin, já. En þeir vilja vita í grófum dráttum hvernig þú flokkar eftirferndi. Steindi, Gils og Sveppi. Hver er erfiðastur? Steindi. Ok. Hver er skemmtilegastur í glasi? Sveppi áður hann fyrir við strikið. Ég vissi að með þessu. Áður en hann, eins og ég kallaði stundum, ég hef orðað þetta á tvennanhátt. Stundum kallaði hann breytið verið töffarinn. Hann var nú svo svalur einhvern veginn, þannig að hann rakk einhvern niður og vera leðilegur. Og svo kallaði þetta líka stundum að fara over to the dark side. Þá var Sveppi ekki skemmtilegur, en fram að því geggjaður. Já, þú talaði ekkert um það að eini maðurinn sem ætti róð stæðist honum snúning í glasi þegar hann er í töffarnum væri Pétur Jóhann sem hann... Nei, sko, eini maðurinn sem að Pétur Jóhann og Sveppi hafa ekki geta pakkað saman er Blackout Cuz, eða Cuz sem var í Rauðin og Klöku með Steinda og Árni Ragnar, eins og hann heitir og er besti vinn minn frá Sauðárkróki. Hann er eitt svo alfinnasti, sko. Það er svoleiðis. Já, og meira þess að Sveppi þó að þetta séu með frægustu skemmtikrafta landsins, hann var bara búin að þekkja náttúrulega bara í 20 ár því að Cuz hefur alltaf verið í kringum mig, byggum saman þegar ég voru í 70 mínútum hana. Þeir þóra ekki í hann, sko. Nei. Og það er einu maður sem að Sveppi bara, ég hef séð Pétur pakka Sveppa saman og ég hef séð Sveppa pakka Pétri saman. Ég hef aldrei séð þá pakka honum saman. Hann bara, þeir eigi ekki róðið hann, sko, sem eru ógeðslega fyndið, en þeir eru hægt að reyna það, sko. Það er ekki þjóðun að kynast þessi meistara eða? Jú, ég segi það. Jó, en hann er svona, hvernig var þetta? Ég held að hann er ekki eins með kameru á sér, sko. Ok. Eða mikrofónu fram á sér, sko. Já, Hann er svo genuine, sko. Ekki að hann er mjög skemmtilegur í Rauðin og Klökum. Já. En karakterin sem ég er að tala um þarna heitir Blackout Cuz. Já. Og því að hann þarf að vera komið vel í glas, sko. Og hann er til, sem sagt. Þetta er ekki bara nickname, sko. Nei, hann er til. Já. Og þetta er, maður reynir að hella hann vel fullan. Giftast svo hjá Drepa. Já. Það er klassíska. Steindi, Gils, Sveppi. Ég myndi gifta Sveppa. Það er erfitt að... Sko, Egill fer að sofa klukkan 10 á mótnana. Þannig ég nenni ekki að giftast honum, sko. 10 á kvöldin. Já. Og ég vaknaði 5 á mótnana. Ég bara skil ekki hvernig Gurri nennir að hanga þarna heima á honum. Sko, við Sveppi erum af okkur öllum. Þá erum við Sveppi langlíkastir. Ok. Bara uppeldið og annað sem við fengum og erum bara ótrúlega svipaða týpur, sko. Þannig ég rauninni er léttast að segja um þið giftast honum. Svo veit ég ekki, það er bara fyrir eftir hvernig skapið er í. Eitt föstudaginn geti ég drepið Steinda og næsta föstudag drepið Egil. Já, ok. Það er svolítið bara flip á coin, sko. Ok. Við tökum þessu. Já. Lendir einhvern tímann, sem sagt, ef við förum aðeins yfir Tekin 2006,
frábæri Það alveg svona, ég ætla ekki að segja þessi vannmennir því að þið slóu algjörlega gegn, en þeir eiga til að gleymast, en þeir eru líka 2006 2006, Já, það var svolítið síðan. Já, Var einhver uppáhalds skets af tekin? Já, ég dyrkaði sketsinn bæðið á Björga Halldórs. Það var hérna í búðinu og hún með ísinn og það allt. Ásgeir Kolbens. Náttúrulega Hjöppið að fokki latta. Legendar í dæmi, sko. Margir sem að föttu það ekki, sem hefðu ekki séð þetta svo mörg ár og vissi ekki eins og Hjöppið var þegar hann var að leika í þessu, sko. Já, ég hugsa, ætla að sé ekki bara Ásgeir Kolbens eða Bó Halldórs. Bubbi á þetta ekki líka. lendur einhvern tímann í vesen út af þessum þáttum með það? Var einhvern tíma sem einhver gjörsamlega sturlaðist bara? Nei, aldrei þannig sko. Eina svona óþægilega mómenti sem ég lendi í tekin var að þegar Latti þegar maður hrekkja Latta þá segistur að ringja frá símanum, hann var að koma að gera talhólskveðið fyrir síman. Okay. Þannig að það var búið að lofa honum við minnir að hann fengi 400.000 eitthvað fyrir það, fyrir að koma og lesa inn og þá var ég, sem sagt, ef að vera að ringja þá myndi koma, já það er fjör og búið að semja við hann þessi laun og svo þegar ég kem hann eitthvað á hlæjandi og svo búið að slökka kamerunum og eitthvað og þá kemur hann svona tíminn eitthvað og ekkert að grína sko, bara en peningurinn sem var búið að semja verður eitthvað af því, borgið þið það eða var þetta allt grín eða þá var ég alveg nei, já, bara þetta var svo ríma það var bara hluta hrekknum og eitthvað og hann var samt bara geggjaður, hann bara, ekkert mál maður, ég ætlaði bara að tjekka hvort það, ég væri að fara að tala inn á, veist, hvort þetta bara við hrekkunum svo ætti hann að gera þetta já. Ég bara, nei, svo rímaður og svo, hann reynda náði mig vel tilbaka því að svo þegar hann að fara að gera Latti 60 þá beður hann að leika í skets fyrir sýninguna og segir við mig á ég ekki inni hér að þetta eru bara 4 sýningar sko. Þannig að þetta er 5. föstudagur og svo í næstu viku 5. föstudagur hvort ég geti fengið til að leika í skets bara frýtt af því að þú varst nú að hrekkja með hann í daginn eitthvað, ég bara ekkert mál leikið þeim skets og sýndur og þetta voru 150 sýningar bara að ég fengið 1000 kall fyrir sýningu og þetta voru 150 þannig að hann átti svona síðasta hláturinn í þessu Smith en er okkar menn og þeir þakka þér kærlega fyrir þína þjónustu erlendis sem reyndar veit ég hvort hann komið loftið en þú ert búin að pröfu ekki þetta Öttið með eitthvað gullakánt sko. Með hvað? Út með af því að þú getur notað Smithin erlendis Já, einmitt Já, en þeir eru miklu aðdáendur draumana evrópski, ameríski, suðurameríski og asíski Áttu einhverja, sko, þetta er eiginlega ég er mjög gaman að þessu spurningu og ég er mjög spenntur Áttu einhverja eftirminnilega sögur draumunum sem hefur ekki litið dagsins ljós fyrir í kvöld? Nei, því að við sögðum frá því daginn við Steindi í blöggastinu við vorum bara 2 annars hefði hann ekki sko þegar við erum í asíska draumnum að við Steindi vorum búin að vinna sama þá í 6-7 ár og hann aldrei rifist við hnakkrifumst við vorum á fyllirí og endum í kasino eitthvað og ég man ekki hvað það var Í hvað landi var það? Sorry. Þetta er í Kambódíu Okay. og bara hugið þurfti að stíga á milli bara þetta var alveg hítið og svo hættu við bara og svo vorum við í bílnum og erum að koma að hótelunum og þá byrjuðum við bara aftur bara eins og 100 köttur, bara öskra hvern annan og í rauninni að segja bara hræðilega hlut, í rauninni hvað færi í taugarnar á manni við hinn og bara alveg rifrildi, þetta er búin að vera ferðast á saman í 20 daga og eitthvað, alltaf að vinna saman alla daga og undan þessu líka og eitthvað og bara, menn þurfti að pústa svo vöknuð, við erum að fara að sofa klukkan svona 5 eða eitthvað út af rifrildinu 5:30 og við vaknaði 9 og erum að fara að skjóta úr byssum og basúku og eitthvað kjaftaði Einmitt, já Þannig við hittumst bara niður í lobbyinu og við bara föðumumst og bara fínt að koma þessu frá og þurfum ekki að ræða þetta meira og förum í bílinn og byggðum dræfurinn að stoppa ekstra því við ætlum að fylla að fá okkur nokkra afréttara okay. Bara fyllt karið af bjór svo bara vissum við það ekki að þetta var bara 2 tíma akstur og við komum niður í bullandi tengingu og félagarnir bara aftur við komum á trún og hvað er verið sorry yfir gærkvöldinu og eitthvað og bjórin bara byrja að flæða þannig að ef þú horfir á drauminn núna þegar þú kemur heim Kambódíu þáttinn þegar við erum að skjóta á byssunum eitthvað og ef þú veist þetta þá sérðu alveg að menn voru aðeins í því Já, við erum með sólgleru allan tíman og ég hefði ekkert labbað bara og tekið eitthvað handsprengju og þórst að fara hendin í steind og eitthvað sko þannig að þegar þú veist þetta þá er helviti gaman að horfa á atriði þannig að við erum aðeins konir í það eftir mikið rifrildi kvöldaður Hver var skemmtilegast með í liði í draumunum? Já, gaman
Já, gaman. Já, ég bara búin að vera með Agli og Steinda Já. og mér fannst það ógeðslega gaman að ferðast Bandaríki með Agli og mér finnst hreikalega gaman að vera með Steinda. Já, það er fyrsta sinn þá sem að Gil sýndi sig sko sem bara hvað hann fyndinn sjálfur sko. Já, það bara hárrétt sko. Já. Og fólk þekkti hann ekki í rauninni Nei, neitt, hann var bara búin að vera með einhverja svona persóna, eitthvað Gilsarinn og þessi skrif og sketsar og eitthvað svoleiðis, þannig að þarna í rauninni sá fólk bara hvað hann einlægur og fyndinn sko. Ok, og okkur langar að halda aðeins áfram í þessum þáttum af því að þarna góðvinur þáttarins, Ríkharð Óskar Gunnarsson. Já. Þú tókst þér ekki í Vetri Ameríku, það var algjörlega þín hugmynd, ekki? Jó. Þú veist, í fyrsta lagi sko, hvernig fékkstu þessa hugmynd og í öðru lagi var þetta, þú veist, Rikki, ég elska á þetta lífinu, en fannst þér þetta vera svona idiot abroad, dæmi? Nei, í rauninni það sem að mér fannst vanta aðeins, ekki það ég sé að setja út á klippingun á þættunum neitt, veist, ég sá þetta aðeins öðruvísi fyrir mér, en það sem að mér langaði að gera var að því að ég var búin að vera ferðast með Rikka og hann svo ótrúlega einlægur og skemmtileg, og það var bara í rauninni þurfum í Þýskalandi, þá þetta bara, það var alveg sama hvort við fórum, hann bara trúði ekki, veist, það væri bað inn á herbergi á sér, hann bara átti ekki til orð og þá var enga kamerur að neitt, ég bara, ertu eitthvað rugglaður? Þannig að mér langaði í rauninni að fanga bara hvað þarf lítið til að gleðja Rikka þegar hann ferðast og svoleiðis. En svo kannski varð endurtekningin og mikil á sumið þarna, en mér fannst ógeðslega gaman að ferðast með Rikka og mér fannst það standa svo vel sko. En þátturinn ég sá hann aðeins öðruvísi fyrir mér heldur en hann gerur. Já, ég vil líka taka fram að þú veist að margir sem voru eitthvað, þú veist, að horfðu allar á þessa þætti sko, þetta var alveg mjög skemmtilegt sko. Já, Idiot Abroad var ekki pælingin mín. Nei. Og ég myndi alltaf viðurkenna og það ég hef stólið tekin og fleiri þáttum, þannig að nei, pælingin mín var að það sem að mér langaði að gera með þessum þáttum hefði þurft svona 5 kamerur viðbót og við hefðum átt að sýna allt sem að gerist áður en sem sagt þegar leiðu var ítt á rekk á kamerunni þá ætti raun atriði að vera búið. Algjörlega, því að þú ert með pressu á Rikka sko að vera eitthvað fattar. Já, bara í draumaheimi þessi þáttur hefði verið sturlaður, hefði verið með bara 6 GoPro allstaðar sem færum og það væri verið að taka upp allt ferðalagi. Einmitt. En ekki bara sem gerist þegar ríkt á rekk. Nákvæmlega. Þá hefði við fengið svona meira alvöru raunveruleikur sjónvarp. Svo þetta bara alltaf spurningu budget og annað. En bara ég hafði mjög gaman að þessu og Rikki stóð sér frábælega sko. Algjörlega. Akkur endið alltaf að fara aftur til AC? Það bara helviti góð spurning. Ég mun ekki fara á það aftur núna. Það ekki líka senast. Sko. Þá kom COVID. Þannig að það kom alltaf hljóma vel eftir COVID. Ég ekki að grínast. Þetta við fundum það allir í síðustu ferð, nema kannski Hugi. Svessi núna, hann var aldrei búin að segja þetta. Svessi allar aldrei aftur. Sko, þetta var bara núna í síðustu ferð. Þetta er alltaf gaman þegar þessu hópur hittist. En við erum búin að gera allt, sjá allt þarna. Þannig að þetta var bara alltaf pínu kvöð. Hvað af þessu ógeðu ætlum við að gera í dag? Bara erum við að fara á Applebee's eða erum við að fara að labba þetta sorglega bordu okkar sem að í rauninni alltaf fara á hausinn og það er bara svona ljómin farin af þessu. Það er eins og hópur á pottet eftir að fara eitthvað vonandi eins og ári eins og við höfum alltaf gert. En þá er bara gaman að segja okkar nýtt, gera eitthvað annað. Af hverju samt? Af hverju ekki bara Vegas til dæmis? Af því að í rauninni þú þarft ekki að breyta tímanum það miklu, þú getur lent í New York og farið bara beint yfir. Þegar þú flýgur til Vegas þá 10 tíma ferðalag, sólæringunum komin í rugl, þannig að ef þú ferð bara ekki beint að sofa þá ertu eiginlega búin að eyðileggja ferðalagið. En þarna getur þú lent og þú getur djammað í góða 5-6 klukkutíma á þess að eiginlega, þú þarf ekki að snúa öllum sólæringum. Já, ég skil. Þannig að þannig byrjaði þetta sko, af því að það er ekkert miklu dýrar að fæta Vegas sko. Já, sko, við erum kannski aðeins búin að snerta á þessu, mér langar að spyrja sko, við tókum að áðan að þú kannski áttaðir á 16-17 og verður ekki að fara að vera næsti Cristiano Ronaldo og ákvæðast að reyna að vera skemmtikraftur. Já, og stila einu svona bóka? Já, endilega. Hvort þú mátt? Lúpi góða maður. Suma bræði ár. Það er bara þannig. Já, en það er þetta mango tangoinn sko. En þessi er líka góður sko. Hvenar svona manst eftir einhverju mómenti þá sem áttaði bara á því bara ég ætla að gera allt í mínu valdi sem ég get til þess að verða bara lifa því að vera skemmtikraftur. Ég bara leiði ég byrja í 70 mínútum. Já. Því að hef alltaf verið latur. Ég var latur íþróttamaður, ég var latur námsmaður. Ég nefndi aldrei að leggja neitt aukala á mig. Ég er í betra formi núna heldur en þegar ég var eins og bara þegar ég er að spila með meistaraflokki og verið í öðrum flokki. Þá er ég með svona einhverja, aldrei verið feitunum með einhverja svona smá batnafeiti. Ég nefndi aldrei að lifta eða fór út að hlaupa á vetundar eða neitt.
sami skóla, nefndi ekki að læra heima og bara nettur haugur og ég man bara, ég lofaði sjálfum mér þegar ég fekk vinnuna í 70 mínútur sem fastraðin að ég myndi gera allt í mínum valdi til þess að bara nú myndi, ég ákvaða bara heima á mömmu minni í Frostafaldinu, ok, nú bara legg ég allt aukalega á mig, allt sem ég þarf að gera til þess að halda þessu. Líka bara eitt feilspor þarna og þá væri ekki hérna í dags. Nei, og svo líka bara, og mér fannst það, þegar ég byrjaði að vinna í fjölmiðlum þá fannst mér alveg vanta hjá nokkrum í kringum mig bara að fatta hvað er mikið forréttindi að fá að gera þetta. Því að ég bara frá Sauðárkróki hérna í einhverju hvítri nægúlpu og rauðum Hyundai Coupe, mér finnst þetta bara sturla á meðan og það hefur gerst hjá rosa mörgum sem er að vinna í fjölmiðlum að allt fyrir að vera eitthvað svona pínu þreyt ég er ekki að segja að fólk verið gott með sig en bara svona að gleyma stundum bara hvað er mikil forréttindi að fá að vinna í fjölmiðlum. Þú ert þarna fyrir áhorfandan sko. Já, og hlustandan, ekki spurning. Já. Og bara að einhver skuli nenna að kveikja á það sem þú átt að gera eru bara forréttindi. Já. Og þú átt að gera allt sem þú getur og bara sama eins og með ykkur og ykkar hlustendur. Við erum bara að lofa þeim að við munum gera allt sem við getum þannig að þátturinn verði alltaf skemmtilegur og þetta verða þættinni mjög skemmtilegir en allavega þið gerðu eitthvað besta til að hafa það skemmtilega og hægt er. Algjörlega. Ein spurning á hann förum í rittaraspurninguna sem verðum miklu skemmtilegir og fyndnari sko. Þú kannski komst inn á áðan en ég ætla samt ekki að það ekki fara að segja versta fjárfesting á ferlinum. Hyundai Coupe. Já, það er þorleis. Já, ég keipti hann á 1,3, seldi hann á ég keipti hann á 1,3 á 100% láni, borgaði held ég 2,4 fyrir hann og seldi hann á 200.000. Það var hræðileg fjárfesting, er samt eiginlega besta fjárfestingin af því að ég læti svo mikið að því. Já. Eftir það hef ég aldrei keypt mér neitt dýrt á þess að... Nú tekur alltaf bara 100% bílalán. Það var svona lærdómur. Ég borgaði 2 bíla. Já. Þannig að ég er tryggur ef eitthvað lánar mér. En já, það var pottet vestukaupin, bara bæja mæl. Sko. Ok, Birkir Örd spyrir þetta, ég ætla aðeins umvaruna heimskulega sem við gert á ferlinum, ég langar að segja lágpunktur á þínu ferli. Einhver sketsa sem varst bara, nei. Sko það er alveg slatti sko. En það bara þýðir ekkert einhvern veginn að vera að bögga sig á því. Í rauninni það sem er mest leiðilegast á ferlinum og kannski það var þegar við fengum Einar Bárða sem gest og honum leið illa eftir þáttina því hún fannst við gera svo mikið grín að auka kílónum hans. Okay. Og það fannst mér bara hræðilegt. Því að það var engin og það hefur aldrei verið hvorki FNÍ5 blöð 70 mínútum en eitt. Við erum aldrei eitthvað svona, gotcha. Þegar þú kemur sem gestur þá er það því að okkur finnst þú áhugaverður eða langar að spjalla við. Það er aldrei verið, nema það sem gerist þar er að hann er í þætti með Loa Geis sem gengur út á að hann sé að letta sig og þeir svona með sinn bandir á milli þannig að ég og Sveppi einhvern veginn bara getum upp eins og við mig og bara fara í nákvæmlega sama gír og þeir eru í og ég sá pínu eftir því og hérna sem betur fyrir að þá er sætstu og Einar tók fyrirgefning okkar og allir feskir vinnur í dag og þannig að já, ég hugsa að það hefur verið svona á ferlinu sem að mér fara svona leið illa eftir það. Vel svarað. Já. Algjörlega. ein hérna önnur frá ritturum Michael Stock giftast svo hjá Drepa. Hvað sér þið? Mike? Gilsarinn og Doc. El Normali með þessa. Já, það er agalegt sko, mér langar náttúrulega ekki að ríða neinum hann sko, ef það er farið sko, og ekki heldur að drepa neitt og ekki giftast neinum heldur hérna ég held að ég og Hjöppi yrðum þið væri heldur góðu saman ágætis hjón bara að horfa á United og ferðast og drekka rauðvín ég myndi þá ekki sofa hjá Gilsanum og þurfa að drepa Mækara en hann drepa mig þegar hann heyrir þetta. Hvernig er Mækarinn í glasi? Geggjaður. Já, hann er með en skemmtilegri. Það er hérna að sitja með Mækarunum og töða í tengingu er bara skemmtilegt sem ég gerir og ég fekk loksins að upplifa það en daginn í Tallinn og ætli sig ekki að henda honum undir rútuna hérna því að hann lét mér svo heyra það í Tallinn að hann gæti spilað inn í að þessna fer hann upp í sveit í þessum skett. Algjörlega. En hann er geggjaður, hann er ríkilega skemmtilegur. Bónusspurning, hver er mest íþróttamaðurinn? Af þeim þrem? Já. Sko ef að sögurnar hans Mækur er sannar þá er það hann. Ég náttúrulega sá hann aldrei spila. Sá maður hefur bara ekki snert bolta á hans að vera í vinkilin. Ég er bara með sögurnar þá bara gæti hann gert allt við boltanum að láta hann tala sko. Þannig að verður ekki að segja Mike. Já, samanlega því. Ég er mjög spenntur líka fyrir næstu spurningu. Hún er í boði Gambino. Já, það er eðalrauðin. Það er eðalrauðin.
Gat Hugi Halldórsson eitthvað í körfubolta? Núna fyrst erum búin að byggja hann upp. Já, hann var allt í lagi. En ekkert meira. Nei, ok. Hann var ekki lélugur, Nei. alls ekki. solid. Fýtt, já. Bara eins og ég var ekkert lélugur og ég var ekkert geggjaður. Ég var fýtt bara líka. Já. Hvaða ár mun Janus að vinna Ballon d'Or? Já, ef hann gerir ekki að næsta ári, þá er ég búin að tapa 100 áskalli. Og þetta er 10 ára gammal bett, þannig að 100 áskall var tölvöld meira fyrir 10 árum. Hann er mjög fegin. Ég ætla ekki að borga, veist. Ef hann er ekki valið á næsta ári, þá þarf ég að milli fara á Egil. Þetta var tekið ykkur í fyllir í það sem hnakkriðustur United var að skýta á sig og ég sagði að Janus að vera eitt besti leikmaður, eða yrði eitt besti leikmaður í heimi. Já, hérna. Já. Hljómar ekki vel það? Nei. Er Blöðurinn að setja meira minn en 40 milljónir króna, íslenskra króna í stóluna til þess að vinna á næsta ári? Spyr Kjartan. Er til þess að 40 milljónir? Hvort ertu að setja meira eða minna í verkefni á næsta ári? Í stóluna? Já. Ég? Já. Það er minna. Það er minna, já. Já, ok. Tölvöld, mér langar að setja blökasti á rassinn á Stuðbökssson. Ég á eftir að fá verði í það frá formanninn Dalla. Já. Það væri geðvitt. Já. Besti knattspyrnumaður sem þú spilað með á ferlinum? Þetta er góð spurning maður. Ætla það sé ekki Hilmar Hákonar. Valdi Chris líka. Það voru báðir Skallagrim. Þeir voru báðir geggjaðir sko. Ég segi Himmi því að Himmi líka er svo skemmtilegasti sem ég kynst í íþróttum. Algjör snillingur. Hver að verstur af eftirtöldum? David Moyes, Louis van Gaal eða Jose Mourinho? David Moyes by a mile. Það sem ég synd, hann er góð þjálfari. Hann er eitthvað að gera flottal hluti með Vestam. Ég held bara, veist, suma típu, veist, það er líka bara mjög sterkt eins og í fjölmiðlum öðru, það er bara know your limits. Og David Moyes er ógeðslega góður í því sem hann er góður í, þannig að hann er frábær þjálfari, en bara allt og stórt verkefni, veist, alveg sama þó að hann myndi gera Vestam að meisturum núna, og sér það Ranieri gerir Leicester að meisturum, en hann er samt ekki að fara að taka við Chelsea og gera þeim að gera þá á tvöföldum meisturum sko. Það verður rekin allstaðar síðan. Þannig að David Moyes er flottur þjálfari en svo lélegast sem hefur verið hjá United, hjá United síðan ég. Þannig að þú varst ekki seldur þegar hann tók við að Ferguson? Maður ákvað auðvitað að gefa hann séns. Já. En það fór hratt. Það tröst. En ég hef aldrei sett eitthvað þessi út eða þessi út. Bara meðan að gaurinn er þjálfari í United, þá stiði hann. Já. Þú varst með þess að harður á rangningvagninum? Já, og er enn. Það er loksins maður sem að mætti þarna í klúbbinn og benti á hvað er að honum. Sko. En það var hann látið fara. Já. Vist, það hefur engin þjálfari komið og sagt bara, ég ætla að reyna að kaupa þennan í janúar og mér har bara sagt nei við allt. Og allt sem hann vildi gera, sagt nei. Þannig að ég er mjög ánægður að koma loksins eitthvað gaurarnir sem þorði að segja bara hvað er í gangi þarna bak við tjöldin. En þú sér það klúbbinn eins og Manchester United. Það er allt í ruglið þarna. Það er ekki þjálfaranum að kenna. Það er ekki Mourinho eða Van Gaal að kenna. Nei. Og ekki Ragník heldur. Þannig að ég var mjög ánægður með hann. Bestur í bestu deild karla? Í dag? Ísaks er ekki bestur í dag. Reynda finnst mér Janus Daði alveg geggjaði líka. Jason Daði, já. Já, Jason Daði. Janus Daði, ég er enda með það. Já, Jason. Eru þeir ekki tveir bestu þarna í dag? Óskar Örn Hauksson séu örugglega sá besti sem hefur verið í þessari deild. Já. Frábæði. Já, topp maður. Já, geggjar. Akkur ertu sköllóttur? Það er eitthvað sem þú varst að spyrja Guða. Eitthvað sem hann veist, þetta er líka svo skrítið því að ég er með hár allstaðar nema á haustum, ég fæ hárið og puttunum og bakinu og öxlunum og bara endalsu stöðum sem ég engan áhuga að fá þau. Væri flókið að millifærið hárið það? Já, ef ég geti talað við JC þá var þetta fyrsta spurningi bara, herðu, vesen, skipta þessu hér. En það er eitthvað sem ég löngu búin að sætta mig og þeir sem að gerði mest grína á sínum tíma eru báður að vera sköllótti sjálfur, þannig það er gott karma í gangi þar, það er Eiður og Sveppi. Sakna Blöðurinn Vurt? Já, ég saknaði stundum að geta stimplað mig út. Já. Bara, veist, það var alveg geggjaði tími, ég bara mætti Vurt, þraukaði mín 8 tíma, svo bara stimplaði mig út, fór og svo til pizza og fór í manager. Já. Þannig voru bara all mín kvöld. Talandi pítsu á sig alltaf, kóngurinn á Dominos. Já. Það spyr, hver er staðan á Casino Blöð í dag? Það fór á hausinn fyrir, ég man ekki hvað mörgum árum síðan. Þá var ég alltaf með Casino, Blöð Casino. Já, er hann að spyrja bara hvernig gengur mér í Casino? Hann er meira svona, þú hættir í djamminu, vorum að tala um það, hvernig staðan á Casino Blöð? Ég var með Blöð Casino.
Já, við vissum það ekki. Bestu vinur mínu kom alltaf og ég var húsið. Já, og fór svo illilega á hausinu, ég ekki með það síðan. Já, grætti vel fyrstu 2 kvöldir og eitt í rauninni alltaf öllum gróðunum í þannig að næsta kvöld var alltaf stærra og stærra. Já. Þess að eitt kvöldið þá borgaði Pétur Jóhann, það var hann chef hjá okkur og hann var í smoking bara meðan við allir bestu vinnir frá Króknum vorum að spila og hann að passa upp á spilin og kom Limma að sækja okkur og vodka Red Bull bara fyrir alla og geggja sko. Svo bara kom loksins að því að Blöð Casino var hreinsað og hefur ekki verið síðan. Varstu það bara, þetta var ekki bara póker með reiki, þú varst bara með allan fjandana? Þetta var bara blackjack. Þetta var blackjack? Já, og ég er húsið og þeir allir að spila blackjack, bara 7 reytir. Þannig að það er að byrja að gangi illa, það bara skóplaðist einu fyrir byrtu og ég þorði ekkert að gamla með eilum. Það var búin að reyna að ná mig tilbaka einhvern veginn, bara ok, ég legg það bara inn á okkur, ég held þetta myndi alltaf snúast, gekk ekki neitt og fór illilega á hausinn þarna Blöð Casino. En hvernig gengum við í kasínó? Illa, ég fekk jackpot í AC fyrir, hvað er það þá, 3 ár síðan. Ok. Og það var geggjað. Hvað erum við að tala um í? Það voru $10,000 en svo var bara tekin skattur að því. Já. Það er ekki skattur í AC? Já, svo er ég búin að heyra eitthvað tvenna sögur. Rakel googlaði samt og sagði þetta væri rétt. Við minni að fengi $6,000 eða eitthvað. Já. Þannig að það var stemming en maður lappar alltaf inn í kasinu og vitandi að maður sé fara að tapa. Já. Sem hugsunarháttur sem að, þetta basically þú veist að borga fyrir þetta er eins og þú fyrir í bíó. Já. Bara það kostar að fyrir bíó. Það kostar að fyrir kasinu og ef það er gaman og þá er mjög gaman. Já. Er það ekki líka þannig, ef maður er á 0 þá græddi maður? Ég elska það. Já. Fyrir hann til spurðum ekkert eða þú svona ánægða með að vera á 0, okkur sleppir þú ekki bara að spila? Það er erfitt að útskýra það. Versta útreið sem þú fengið í kasínói? Ég ennabla eins drukkin og ég verðstundum í þessum ferðum að þá er einhver stoppar í mér sem betur fer. Þannig að spilafíkillin ég næja haldónu niðri en ég hugsa, ætla sé ekki 300 skall eða eitthvað og þá er hún alveg bilaður. Já. En það líka því það að ég spila eða ekki bara nánast það sem eftir fennar. Fyrir í póker eða eitthvað sem ég get stjórna hvað ég tapa. Þannig að, já, ég er með... Er þetta rúllettan sem var að vilja með þig? Var það þá sem sparkaðir hraðbankan? Sko það er bara eitthvað sem steindi á það til að stela sögun og yfirfæra aðra. Ég sagði honum einhvern veginn söguna þegar Hugi réðst á hraðbanka í Amsterdam og steindi bara breytt allt í henni sögunni frá mig eins og ég hef ráðast á ekkert hraðbanka, aldrei ráðast á neitt hraðbanka. Eina sem er satt er að Svessi þurfti einu svona að bera mig upp að því ég ætlaði ekki að hætta, ég voru svo reiður. En aldrei ráðast á hraðbanka. Það er moral of the story. Já. Bríu Léttul, okkar menn voru lengi á því að þú myndir enda eins og góðin Erpur og góðin okkar, Blasur okkar maður, því líka kongur. Snillingur. En þá var ég að segja, eða svona vísi að miðaldra, makalaus og bastlaus. Hvernig kom það til að þú ákvæmst allt í einu að fara í þetta hefðbundna fjölskyldi? Það bara einhvern veginn þróaðist þannig. Bara við Rakel erum búin að vinir í 4-5 ár áður að byrjum saman. Svo bara í rauninni ekki, hvoruðu strákunum krakkinni planaður, þetta bara gerist einhvern veginn. En það var engin ákvörðun hjá þér eitthvað, þarna, þú veist, að þú vorum að tala um áðanum hvernig ákvæmst að vera frægur og svo framvegis, þú veist, var það eitthvað sem að, það sem hugsaði bara svona, þú veist, að tala um áðan með að þið voru að hella í eitthvað, þú var steindi, þarna bara, allar helgar var eitthvað tíma sem, nú ætlum ég bara að fara í þetta hefðbundna box. Nei, alls ekki, en bara frá svona, ekki 31-32, já, bara svipun tíma og ég er að byrja með F95 blöð, þá fann ég alveg að ég var alveg tilbúin, mér langaði alveg að verða pabbi, en mér langaði ekki að verða pabbi bara til að vera pabbi. En ég var heldur alls ekkert eitthvað svona, ok, nú verð ég bara settle down og eignast krakka og það er að finna og svo bara einhvern veginn, lífið tekur bara sinn ganga einhvern veginn og hvoruður, þannig sem ég segi, planaður, þannig að þetta er bara einhvern veginn gerðist, bara sem betur fer. Vel svarað, þarna mér langar aðeins að fara yfir, sko, það vita ekki margir en þú átt leiki í öllum deildum á Íslandi nema efstu-deild, er það ekki? Jú. 33 leikir, 9 mörk, það er nú bara nokkuð gott, 11-3-19. Varstu svona ólsegur í knattspyrnu? Ertu smá vannmynding kannski hér? Já, ég er náttúrulega hætti 20, sko, hætti bara þegar ég byrja í 70. Það er ennþá betra, sko. Já, ég var mjög efnilegur í yngri flokkum, en aldrei einhver eins og ég sagði ykkur aðan, bara 15-16 að fatta að ég var aldrei að fara að vera atvinnumaður, ekki þannig. Já, ég var nokkuð segur, sko. Þetta var... Hvað stöðuspilari? Ég var center. Já.
var alltaf vinstri kanti, svo var ég sendir, byrjaði í 3. flokki og var þar markaðasti leikmaður yngri flokka og við vorum 2 mínútum frá því að fara í úrslit fyrir sunnan, við vorum að gegja 3. flokk. Þá var þetta, Atli var í Dalvík og Baldur í Húsavík og Jói Þórals og þeir allir inn í Þór og ég var, myndi ég segja, besti maðurinn í Tindastóla þessum tíma. Ég og Ingi og Atli. Þannig að já, ég var nokkuð segur í fótbolta, þú segir sjálfur frá. Getum við ekki slegið fyrst og það er bestuleikmaður þetta? Já, það er klálega bestuleikmaður ef þú hefur ekki kynst fræðið fram á og flöskunni góðu. Ef ég hefði sett sama metnað í fótbolta og ég gerði þegar ég byrjaði í fjölmiðlum, jú, þá ég örugglega getað að spila bestilt. Já. Ef ég hefði neitt að leggja auka á mig og bara hlaupið og lift og... Ég held að blöðurinn hafi verið miklu betri mækarinn, sko. Nei, mækarinn var rosalega. Já. Tómas Ólafsson, Messan Kaffi Krús. Það er kongur. Það er kóngurinn. Topp maður. Hann er næstu jafn skemmtilegur og hann er góður kokkur, sko. Já. Fyrir þá sem hafa kíkt á Messan og fyrir þá sem hafa ekki gert það, að hann er svo skot. Skammist ykkar. Geðu matur þess. Eins og hann kallar þig. Hvernig líst þér á nýja þjálfara United ef við byrjum með því? Vel. Ef það er satt að hann hafi neita að taka þetta starf að sinni, maður hann fengi ráð ykkur þarna, þá var ég mjög ánægð með það. Gert góða hluti í Ajax og heimtar að spila sóknarboltan, ég er eiginlega bara til í það. Ég stila það, sköllóttur. Já. Tristið þannig mönnum. Við þurfum að leggja aðeins meira á sig, þannig að það er fínt. Já, bara mér líst vel á hann. Hver þarf hann að kaupa? Hver þarf hann að losa við? Hann losast við helling, hann byrjar á því. Það er bara, það þarf alla að hryggja súluna. Það vantar varnamann, það vantar... Máttu velja 1 leikmann? Þið mætti velja 1 leikmann sem ætti að koma. Raunhæft. Þetta er Young á miðuna. Ok, já. Við verðum til að fá hann. Væri fegin að sjá Pogba í bláu? Í City? Já, nei, PSG. Já, bara, ég er bara fegin að Pogba sé farin. Það? Já, hæfileikar ekkert að leikmaður í United, en það gerist ekkert að sjálfum sér, þessi 6 ást, hvað er Pogba búin að gera? Ég raunin sjáu þegar Bruno, sem átti nú ekki gott tímabil núna í ár, að sérðu munið þegar hann kemur inn í United á sínum tíma. Hann bara skorar og leggur upp, er bara geggjaður, er bara valinn bestur hverju mánuði og þannig að það var eitthvað sem að bjóst við af Pogba þegar Pogba kom, en gerist bara ekki. Þannig að mér fannst, ef þú reytar veru Pogba í United, hvað getur maður að gefa honum? 5? 6? Hann var góður fyrsta tímabili á Mourinho, þegar unnu Evrópadeildina og... Allt í lagi þá, Já. Svo bara alltaf vesen og alltaf leiðindi, en ekki það, ég gef Pogba það líka að breski fjölmiðlar eru búin að vera viðbjóðslega við hann. Og bara mennin svo Graham Souness og fleiri fáiðar, ekkert eðlilega ósangirnir þegar það kemur að Pogba. Þannig að ég tek upp hanskan fyrir hann þar, en hann er bara ekki búin að vera alveg nógu góður í okkur. Hvað er að hjá United og hvað væri ásvöldanlegur árangur núna á fyrst tímabili? Drulla sér eftir í meistaradeildina og þetta er orðið svo breið, það er bara ótrúlegt að maður skulle vera að segja þetta United er að vera í topp 4. Það er eins og við rættum hérna það þarf að breyta bara svo mörgu bak við tjöldin held ég. Þetta er orðið, það var lagðið meiri metnari það að auglýsa einhverja núðlur heldur en að þetta fara að ganga út á samfélagsmiðla. Ég var að vera geðveikur þegar alltaf þessar sömu afsakanir eitthvað hérna bara we go again eitthvað og svo bara og sá sem að sér Instagram-reikning Manchester United við langar svo stundum að taka hann og hrista og spyrja bara, herðu, hvernig var að lay low núna í svona 3-4 daga í staðan fyrir að setja hennan viðbjóð inn þegar það síður á öllum og já, ég hugsa að það sé svona að fara að breyta þessu úr að þetta er orðið allt og svona commercial club bara yfir í að breyta þessi stórveldi fótboltatur. Ertu ennþá á því að Tottenham átti Bale-inni? Já, ég er bara 100% á því, það er mikið gert grín á mér. Þannig að sáu við hvernig hann kom Veinsverið með ágætis mörk hérna hjá hann. Gaurinn sturlar í fótbolta og ef að hann væri bara með allt upp á 10, ég vil meina að Real átti líka Bale-inni hann í úrslitaleg meistaradeild, hann bara kom aldrei til þess. Ég auðvitað. Þetta er Gareth Bale okkur er aðstæðanlegt að segja að þegar hann inni þetta er í byrjun tímabils þegar Tottenham byrja að gegja Mourinho og komin og Bale hann í láni ég veit ekki okkur að það fyndið að segja þeir ættu Bale inni og það var sett inn í private grúppu þannig að vita allir að þessu en þeir eiga Harry Kane inni þeir eiga Kane inni og Son Hvenær kemur næsta sería tónlistarfólkinu okkar? Í haust, það gæti verið að vera annarkvort ef að stóra sig ætla að vera ekki í janúar kemur næsta sér
og erum í tökum hann núna, gengur vel, þannig að það verður fantasíri. Spennandi. Mér langar að spyrja, hvað upp á slægið þitt? Þetta í kjölfara því ég hlusta mikið á Cozy Blue. Það Já. Frábær playlisti. Já, takk fyrir það maður. Það eða listi. Hvað svona uppáhaldslægið mitt? Já, bara þessa stundina. Sko, ég að gefa einn upp að því að við ætlum, ég ætla að tilkynna þetta svona á Twitter hverjir verða í tónlistarminnum okkar. En ég get sagt að það lag sem ég hlusta langmest á núna og þekkti ekki einu sinni fyrir áður ég byrja að taka upp með honum. Valdimar verður í nýjastu seríun á tónlistarminnum okkar. Og það lag með honum sem heitir Ég vildi að þú vissir, eða með þeim hljómsveitinni. Já. Og það sturla lag. Ok, já, það inni. Já, það bara, það nýjasta lagi á Cozy Blue. Já. Neðsta lagi. Geðvitt. Tjekka það, ég get lofað þér og ég get lofað öllum sem að hlusta setja það á núna þegar ég eftir að fíla. Þetta svona falin perla. Til maður á landinu sem elskar meira að halda upp á afmæli sitt en þú og þetta að versna eða skána með aldrun, myndir þú segja? Þetta svona, veist, eins og gerist oft, maður byrjar að taka þátt í gríninu sjálfur, sko. Já. Nei, ég hugsa segt margir sem að hafa ég gaman að það sem ástæðan fyrir að mér finnst svo gaman að halda upp afmælið mitt og ég hef nú sagt það einhvern tímann að þá ég með öllu fólkinu sem ég elska bara, það allir sem mér langar að hafa þarna, veist, ég ekki í partí hjá einhverjum öðrum, ég stjórna hverju koma og það allir að fagna mér það finnst mér bara helviti gaman, sko. Já, það til fyrirmyndar að halda upp á afmælið sitt. Já, auðvitað. Það bara, veist, eins og ég var að segja við Steinda og ég alltaf að segja við hann að ég líka, veist, ég hef nú að grínast í FNÍ5 blöð hvort það var síðasta verst eða það síðasta eitthvað að ég var að gera þetta fyrir þá eða þau en auðvitað líka ókslega gaman fyrir bara vinið mín að koma og hitta alltaf hinn og veist, fólk á að gera þetta veist, við erum dauðaður við vitum bara fagna með sínu besta fólki og hafa gaman að þessu Hjartanlega sammála því Við erum að detta í hraðaspurningar Já Já, Eðun, ertu komin í stellingar? Ég komin í stellingar Búin að hreinsa hugan Fyrsta spurning Auðun með einu enni, kóngurinn á sín og þó við að vera leita? Já, hann prinsinn. Þetta afgerandi. Prinsinn? Já, hann geggjaður og ég elska gaur eins og hann. Hvenær kemur stytta þar? Metnaðarfullur og... Já, sorry. Já, ég rós hann, þetta svo mikið toppmaður. Já, og hann áskilur svo mikið rós. Ég dýrka svona gaura sem að komin í lífum mitt með svona drif. Sammála því. Hvenær kemur stytta þar á krókin? Ég held að strákunni sé hægt að reyna það sem bara fínt. Ég nenni ekki að sé eitthvað fyllir betur að míga og skýta á hann sko. Ertu dáðasti sonur Sauðárkróks of all time? Nei. Nú? Ég myndi segja Jólu Sverrisson verið það. Ok. Bjöllinur mest sexy leikar á Íslandi? Já, staðfest. Hefur blöðarinn dáið á vurtjami? Já. Staðfest líka? Já, það líka staðfest. Það er sofnað. Hvað varstu lengi að jafna þig á því að þú er að missa hárið? Heil lengi. Ef ég hreinskilinn. Mér fannst það alveg glata og hafði miklar áhyggjur af því. Ég hugsaði alveg, tekið mér 2 ár. Viltu fá nýja stjórnarskrá? Þetta ekki mér sama. Ertu búin að gefa Hollywood-drauminu på bátinn? Já. Uppáhaldsverk allra tíma? 70 mínútur og FNÍ 5 blöð. Skemmtilegasta minning í lífinu? Ferðalögin með fjölskyldunum þurfum að flytja til Bandaríkjanna og flytja til Svíþjóðar. Hvort meira afrekja Hannesi að vera víti frá Messi eða leynilaukan? Messi búin að klikka svo mörgum vítum, ég myndi segja leynilaukan á budgetinu sem hann var með. Uppáhaldsdrykkur? Pepsi Max og rauðvín. Uppáhaldsmatur? Pizza og steik. Þinn sér eftir í eldhúsinu? Ristabröð. Uppáhalds Dóminos pizza? Rétt. Meat and cheese, sko ég flakka á milli. Ok. Það er ekki meat and cheese í dag, en það var nei, hvað heitir hún aftur sem við erum að panta núna? Þessi sterka hún er svo góð maður. Það stóluðu mér. Já. En hún er spicy og geggjuð, ég man ekki hvað hún heitir. Uppáhaldsstaður í heiminum? Sauðárkrókur. Aldrei eftir syngja eða aldrei eftir tefla? Ég að parkera tarpborðinu, það verður mikil skellur. Uppáhalds fatamerki? 66. Sko, ég verða aðeins að hnýti spurningi var sér eftir í eldhúsinu og þú sagði ristabrauð og pizza, er það rétt? Með farið á mér eða? Já, veist, ég kann ekkert. Ég get ekki, veist, ég er góður að grilla. Ok. Þannig að, ok, allt grillaði kjúklingur. Og mér finnst gaman að grilla með þessu.
Þetta er búinn að vera ekkert smá skemmtileg þáttur Ég bara heiður á hann með eftir drengir. Já, Það takk var kærlega fljótt fyrir að að liða maður. Mjög gaman. Takk fyrir að koma og að lókum alltaf það sama Hvað er það mikilvægast í lífinu? Fjölskyldan. Já, Það er 1, 2 og 3. Það er staðfest. algjörlega. Takk kærlega fyrir okkur. Bara takk fyrir mig drengir. Takk Af ykkur liðni